óæt spicy túna samloka því hún er svo þurr og ógeðsleg og ekki spicy. Spínat boost og nektar guðana Pepsi Max yfir 2000 kall. 2000 kall. Flug í fyrst skipti með Transavia. Það er áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út. Hollenskt svona lággjaldaflugfélag sem við ákveðum að smella okkur í, ég og Kristján. Ég hef ekki tjekkað inn farangur í svona ár, þannig að ég gerði það í fyrst skipti núna vegna þess að þeir eru með mjög svona stífar handfarangursheimildir. Við þorðum ekki að taka sénsinn. Það ferði ekki eitthvað vel fyrir sig. Það var góðum tíma. Flug klukkan sko 8:45 í staðinn fyrir 7:40 og 7:45 sem að Icelandair er að fljúga. Við áhugavert að sjá, flugvélin er þetta... Nei, hún er farin. Það var þetta ekki flugvélin okkar. Þetta var þetta beint fyrir utan. Þetta þessi Airbus-vél. Svona fyrir þá sem hafa áhuga á því. 320 sko. Allavega, skulum hérna komast eitthvað undir. Hingað til hefur allt ferlið verið bara svipað eins og hjá öllum hinum Icelandair. Mjög gott online check-in. Já. En ekkert lounge. Morning, sir. Excuse me, sir. I thought you were filming, right? Yes. In the airplane, without permission, you cannot film. I came on? No. Já, Transavia er ekki að fá hæstu einhvern. Labbaði inn í flugvélina, fyrsta sem mætti mér voru flugfreyjur sem að bönnuðu mér alla myndatöku. Sögðu að myndataka án sérstaks leyfis væri bönnuð. Aldrei lent í öðru eins maður. Ekki að fá kaffi nema að borga fyrir það 3 evrur. Já, þetta verður ekki valið svona af því að þetta verður ekki valið ef ég á aðra kosti í framtíðinni. Það sé nokkuð ljóst. Minnst á einhvern áður. Myndist ábyggilega hérna þegar ég var hérna síðast að Nijmegen er mikil háskólaborg og núna, svona síðan sömur eða snemma hausts, þá er í gangi hérna einhver kynningavika hjá háskólanum held ég. Þannig að borgin er stútfull af einhverjum svona hópum af nýnemum sem eru hérna undir leiðsögn einhverja eldri nemenda. Ég held að þessi nemendafélögin eða eitthvað álíka, ég þarf endanlega bara að spyrja einhvern sko. Ég held að þessi nemendafélögin sem eru að svona kynna borgina og skólana fyrir nýnemunum. Og þau eru hérna út allt. Í einhverjum svona litringum bólum, allir í einhverjum mismunandi litum. Að leysa alls svona þrautir og við eftir einhverjum ratleiki og alls svona dóti sko. Virkar mjög gaman, mjög hrest og svona einhvern veginn virðist endi í einhverju massífri úlingadrykkju en samt allt einhvern veginn svona saklausara og yfirvegaðara heldur en maður hefði búist við heima eða annars staðar. Þannig að mér finnst þetta svolítið flott sko. Hélt ég ekki eldri hérna í fyrradag. Kom smá rigning svona seinnipartinn og bara akkurat hérna sem ég er að labba núna, sem ég sé að fyrir aftan mig, þá kom kona á vespu eða svona mjög stórri, einhverjum stórum svona bensínskúter. Er eitthvað að þræða fram hjá einhverju hjóli, rennur á hliðina og skellur bara niður með svakalega látum og öskrar alveg upp. Ég sé að vegfarendur æða þarna að, ég sömuleiðis. Og ég fæ svona, mér rann svona kalt vatn með skins og hörunds þegar ég sá hérna hún með lítið barn í fanginu. Það var alveg hræðilegt sko. Ég sat í mér allt kvöldið. En það var sem betur allt í lagi með þær, meðgóður. Hún meiddi sig eitthvað aðeins á síðinu eftir þeirra svo litla en það virtist þér í lagi. Hjólið var illa farið. Alveg brotin allt skilin á því og brotnaði eitthvað á stýrinu og svona. Þannig að það var alveg fall sko. Þetta er svona, engin alltaf með hjálma eða neitt sko. Mér finnst þetta svolítið ónotalegt.
En annars er ég hérna á svona götu sem er svolítið skemmtileg. Öll full af svona litlum einhverjum bútíkbúðum og litlum kaffihúsum og svona. Virkar gömul gata liggur niður brekku í Hollandi. Þetta er svona eina brattari götunum hérna sem ég hef séð í Hollandi. Og hérna, með þessa götu, er hótelið mitt sem ég gisti á núna. Sem ég hef aldrei prófað að gista á áður. En það sýnir ykkur að sinna á þetta hótel. Þegar ég er, eins og ég var lítið hrifinn af sko flugfélaginu, þá er ég mjög hrifinn af hótelinu. Fagra Boxmýr maður. Mér finnst alltaf fínt að koma hérna sko. Svona sveitailmur í augnablikinu í loftinu. Hérna er alltaf hlýtt, yfir 20 stiga hiti og sól. Vinnan hjá mér er hérna svona í svona verksmiðjuhverfi. Mjög fín skrifstofa en hún er í svona iðnaðarhverfi í suðurhluta bæjarins eða þorpsins. Ég er að labba aðeins aðra leið, ég er að labba upp á lestastöð, fara tilbaka aftur til Nijmegen þar sem hótelið mitt er. En það er hérna, það er einhverja vegaframkvæmdir, þannig að ég get ekki labbað beinustu leið, þannig ég er að þræða einhverja hliðargötur hérna í áttina að lestastöðinni. Þannig að ég fæ svona tækifæri til þess að skoða pínu meira hérna af iðnaðarhverfinu hérna sem er náttúrulega bara æðislega spennandi að gera. Ég held að búi eins og segja svona 10.000 manns hérna í Boxmýr eða svona kannski 10-15.000 manns á þessu svæði og fyrir utan vinnunni hjá mér þá er stærsta fyrirtæki hérna í einhvers svona þetta er dýralækninga, lyfjageira eða einhver svoleiðis, kannski dýrafóðri og einhverju líka, eitthvað alþjóðlegt fyrirtæki sömuleiðis. Hér snýst lífið svolítið í umhverfinu allavega landbúnað. Þetta er alltaf landbúnaðarpartur. Holland auðvitað gríðarlega stórt og sterkt landbúnaðarríki. Þetta sé bara með alveg lygilega stóran hluta af landbúnaðarframleiðslu Vesturlanda svona sérstaklega miðað við stærð, en bara lygilega stóran, svo skýt með stærð sko landsvæði. Virkilega bara hátæknivæða landbúnað og hérna já, við erum svona að gera mikla góða hluti í þeim bransa. Þessi er eiginlega á B-vitaslaupum sko. Tíminn það lapp hérðan sko frá vinnunni og upp á lestastöð. Þar þegar hann á lest sem fyrir á kortersfresti. Með henni er í hálftíma upp til Nijmegen. Þaðan þarf ég að labba 10 mínútur frá lestastöðinni og að hótelinu. Og ég er að drífa mig upp yfir því að ég var að fá símafund sem tegir sig eitthvað aðeins fram á kvöld. Og ég vonast til að ná honum bara upp á hótelið. Ég nenni ekki að fastur bara hérna niður í vinnu eitthvað fram á kvöld. Þannig ég ætla að bruna upp á hótel og ná að taka fundinn þar. Sjá hvernig það gengur. Er ég að fara að missa lestinni maður? Nei. Komum upp á Schiphol-flugvöll, gistum hérna síðustu nóttina á Citizen M hótelinu sem er svolítið skrítið hótel. En hérna, þetta var löng vika í Hollandinu góða og maður er ánægður þreyttur, það verður lúinn, það verður gott að komast heim. Þetta er bara mjög fyndið hótel sko, þetta er allt í svona gámum. Maður kemur inn í herbergið og það er bara allt í einu rými. Klósettið í einhverju svona, hvað er ég, 171. Klósettið í einhverju svona glerbublu sko. Nei, heyrðu, þetta er öðruvísi herbergið maður.
Ég hef aldrei verið í svona herbergi áður. Þetta með actual baðherbergi. Ó, já. Þetta samt svona pínulítið bara svona bara klefi, sko. Það reyndar baðherbergis klefi á þessu. Venjulega þetta sem ég kom inn, þá þetta bara svona eyja út á gólfinu fyrir sturtu og önnur eyja fyrir klósett og bara glerveggi. Þannig að þetta eru bara svona einstaklingsherbergi á flugvallarhóteli. En allavega, maður að fá okkur að borða, við erum dauðþreyttir. Ok, bye.